Það margt og mikið búið að vera í Árborg núna októbersmánuð, en það búið mikill menningarsmánuður og það búið að fjúpa sögurskilti. Valgeir Guðjónsson búin að vera með tónleika á Eyrarbakka og það búið að danskvöld í Tryggvaskóla og postkortasýning og ýmislegt annað í húsinu á Eyrarbakka, súputónleikar í barnaskólanum á Stokkseyri og svo nú ýmislegt annað sem var að gerast í dag, að gerast í kvöld og morgun, og hann á línunni hjá mér, Kjartan Björnsson, sem formaður íþrótta- og menningarnefndar Árborgar. Sæll og blessaður. Já, blessaður. Það var nú eitthvað að verið að afhjúpa göngustig sem áttu nú að vera búið að afhjúpa, en svo að blessaði viðurguðirnir sem aðstóða okkur nú ekkert alltaf. Nei, þeir stjórna ferðinni svolítið, sko. Já. Við ætlum okkur að nýta okkur nemendur úr barnaskólanum á Eyrarbakka og Stokkseyri og það verður ekki gett að siga þeim út í kolvitlu sveður. Þannig að við ákváðum að fresta þessu, bara þetta er gott yfir gæfist, og það var í morgun, alveg dásamlegt veður og sólskín með sér rétt á meðan á þessu stóð og náttúrulega þetta gleðilegast af öllu var þetta að vera komið með göngustígin á milli þorpana. Já. Sem búið að vera markmið hér til langstíma og loksins er það komið, og svo vonandi einhvern tímann í framtíðina og að leggja böndist litlega á það, þannig að það verði ennþá betri og þægileg til yfirferðar, bæði fyrir hjólandi og gangandi og barnavagna og eitt og annað. Við vorum svo að afhjúpa sem sagt í morgun skilti sem að ber nafn þessa stígs saman á milli, og við vorum með samkeppni um nafni á stígnu. Það voru 88 tillögur sem að bárust að nafni og það voru íbúar sem að komu með tillögur að nafni og svona hinnur og þessi náttúrulega sem tóku þátt. Og það var niðurstaða. Var eitthvað, ég verið áður en afhjúpar, var eitthvað svona það sama sem að fólk var að leggja til? Aðeins var það nú, sko. Já. Það voru til dæmis 4 eða 5 með þessa tillögu og síðan var önnur tillaga nokkuð vinsa líka og í landsvinsætti þessi, og það voru fleiri með hana, en þetta var síðan bara greitt þetta atkvæði svona og hlutbundið í íþrótta- og menningarnefndinu og niðurstaðan var það nafn sem að valið var og það var sett á skiltið og það var yngsti nefandinn í skólanum og sá elsti sem að afhjúpuðu skiltið. Stúlka frá Eyrarbakka, dóttirinn að Sæti, svo er dóttur með nafni á henni, en strákurinn heitir Smyrill. Já. Og er í 10. bekk og er elstur í skólanum. Og þau afhjúpuðu þetta og nafnið var fjörustígur, þó ekki sé nú göngubrautin alveg í fjörunni, þá var það niðurstaða nefndarinnar að kalla hann fjörustíg og það mun verða hans nafn, og þarna var afhjúpað skiltið þess efnis og mikil gleðistund. Þetta komið labbandi krakkarnir bæði frá Eyrarbakka og eins og Stokkseyri og þetta var rosalega skemmtilegt og meiri hlutin af öllum nemendum skólans voru mætt þarna. Það er aðeinslegt fyrir fólk að geta bæði labba og hjóla þarna á milli. Já, þau gáfu bara frí fyrir þetta stjórnendur skólans og ætluðu svo að hafa svona stígskaffi á eftir í skólanum, þannig að það fengur svona góða viðgjörning þegar komið heim úr göngunni. Já, það er nú ekki ónýtt. Svona byrjaði nú dagurinn og af því við nefndir áðan með súpusöngin í barnaskólanum Stokkseyri, þá var hann að víkja líka fyrir afmæli Stokkseyrakirkju, 130 afmæliskaffi Stokkseyrakirkju, þannig að hann er eftir og eigum hann til góða í nóvember. Það var svona hádegisúpa í barnaskólanum Stokkseyri sem er fyrirhugað og hún verður bara síðar. Já. En síðan í kvöld þá er klukkan 19:30 í Hólmanastarhúsinu á Stokkseyri, þá er Stokkseyradísa sem var kerling í krabbinu heldur betur uppi fyrir 1,5 eða 2 öldum. Það farið hennar sögu í kvöld þarna og hún var göldrótt mjög og kallmenn voru yfirleitt mjög hræddir við Stokkseyradísu. Hún snerið á niður eins og ekkert væri ef þeir voru eitthvað að rífa kjarn. Og hennar saga verður sögð þannig í kvöld og þetta er í samvinnu við 825 þorparar sem er svona menningarfélag á Stokkseyri. Síðan ætlum við að vera með Bjarka Sveinbjörnsson sem er frá Stokkseyri og hann ætlar að sína gamla myndir frá Stokkseyri, bæði vídeó og ljósmyndir og segja sögur af Stokkseyringum, sérstaklega kannski í fortíðinni, en við opnum síðan fyrir mælendaskrá utan úr sal og menn vilja segja sögur af Stokkseyringum
bæði lífs eða liðinum að þá það allir heimilt og það verður mjög skemmtilegt og fróðlegt að heyra þetta og síðan verður við með tónlistaratriði og þannig fyrir aðgangur. Við ætlum að byrja bara snemma 7:30 til þess að þeir sem eru kvöldsvæðir þurfum ekki af áhyggjur og þetta stendur ekki mjög lengi, 1,5-2 tíma í þessa lagi og þetta verður gríðarlega skemmtilegt og gaman að þessu. Við erum búin að fá burtflutta stokksynni sem býr í Reykjavík, hann heitir Stífur, Guðbrandur Stífur Ágústsson, sonur Gúa, sem vann í frystihúsinu lengi á Stokkseyri og Dagbjört var mammas og formaður verkalýðsfélagsins á Stokkseyri í mörg ár. Þetta man ég því ég var að vinna á Stokkseyri í frystihúsinu í gamla daga. Já, ég er að hugsa, þú þekki vel til. Já, ég þekki vel til á Stokkseyri og hann ætlar að koma og stýra kvöldunum fyrir okkur, hleypur þar með í skarðið fyrir Margréti Frímannsdóttur sem var búin að vera að bíða eftir smá aðgerð sem þurfti að fara í einhverjar vikur og var loksins hringt í hann og þá var það auðvitað daginn áður en þetta var. Kemst ekki. En Stífur reddar þessu eins og ekki sé. Og það auðvitað leiðilegt að vera með viðburð á saman tíma og stórkostlegur handboltaleikur hjá okkar mannum hér í höllinu móti Vestmannaeyingum. Já. En það er bara íþrótta áhugamennirnir fara og horfa á það og síðan ætla að verða menningar áhugamennirnir að koma á Stokkseyri í Hólmarastarhúsið. Jú. En þá er bara ekki öll sagan sögð því að við ætlum síðan að ljúka menningamánuðinum á gríðarlega mikilvæg dagskrá í Hvítahúsinu annað kvöld, föstudagskvöld og það er nú svona draumur og raun og veru hugmynd sem búin að ganga með mjög lengi í maganum og það er að grípa hérna svona söngvara. Þetta væri voru gaman að hafa þetta svona hljómsveitafestival og hafa allar hljómsveitirnar líka eða þá sem að uppi standandi í því. Já. En það er kannski svolítið flóknara en það er einfaldar að hafa bandhúsins og þarna það stuðlabandið að sjáum allan undirleik og þarna verða hljómsveitar tappar svona, konur og karlar frá fortíðinu og fram á þennan dag sem hafa svona gert svona auðvitað er þetta ekki tæmandi, það er auðvitað ekki að ná öllum kannski en svona þeim allra helstu held ég mig segja sé þessi saman tekt og þarna verður sungið og trallað og opnar húsi heldur kl. 8, ég var ekki búin að gáða því í húsinu annað kvöld og þarna verða sem sagt við telji þá upp, það er Labbi Glóru, Hjördís Geirs frá Byggðarhorni í Sandvíkurhreppi, Gummi Ben sem er okkar maður og var í Mánu líka, frábær söngvari, Gunni Óla og Skítamóran og Ingo Veðuguð. Og svo Þorvaldur Halldórsson, hann náttúrulega var frægur auðvitað fyrir það að syngja lagið á sjó og söngu auðvitað með Ingimar Eydal fyrir norðan og er á þar grunn að sækja en hann er búið hér í fjöldamörg ár og þá eignum við okkur hann. Þannig að þetta á við söngvari sem eru búsettir eða tengdir sveitafélaginu með einum öðrum hætti. Já. Og síðan erum við auðvitað með Valgeir Guðjónsson sem er annar slíkur eins og Þorvaldur, hann býr orðið og Eyrarbakk og mann gera alveg í nokkur ár og þau reka þar hjónin myndarlegt menningarfyrirtæki. Já. Og síðan er það Magnús Kjartan inn á Stöðlabandinu í dag, í Stöðlabandinu. Og Kristjana Stefáns. Hún er nú svo yndisleg. Stífa og söngtífa og þetta gæti bróðurinn að Gísli verið þarna líka en hann var náttúrulega ekki hljómsveit en Kristjana var það og Sító Karls er einn af þeim, Sigurður Karlsson og Gulla Óla, leikona sem við eigum náttúrulega þarna í henni höfuborg og Hermann Ólafsson, hann söng með hljómsveit í Hveragerði og síðan eitt ár held ég með hljómsveitir í Lótus sem að ég svo söngi líka og ég ætla nú að tróða með þarna sviði líka og taka eitt lag. Já. Það var í 5 ár með þeirri hljómsveit og síðan er Helgi Hermansson, hann var í Lógum og Vestmannaeyjum og er búin að búsetja hér lengi og annar félagins góður söngvar líka og okkar maður Óli Bakk, hann var á trommunum og söng með Lógum mörg eftirminnileg lög. Sigurður Fannar, lífskunstner úr býr í Garðabæn núna. Já, ég var að hugsa að það eru konir fastakansalar og blaðamenn og alls konar fólk á svið. Og alls konar og Gummi Kalli, hann ætlar að koma okkur líka og síðan þetta Björgi Hreiðars, hann ætlar að sögja hljómsveitina Móti Sól hann að fyrstu 1-2 árin. Já, Björgi koma líka. Já, ég sé það innan. Gott og svo eru nefndir hér fleiri og fleiri en ég bara er ekki alveg klára á því hver það er. Við settum þetta verkefni í svona ég kom bara með hugmyndin og nefndin og síðan settum þetta verkefni bara í verktöku til einstaklega sem að kann það betur heldur við að setja hljómsveit og skipa þetta viðburð. Já. Og þetta verður þetta í Hvítahúsinu annað kvöld og
og þetta svona kannski viðburður, þessi viðburður í mánuðinu hjá okkur, þannig að ég hvet fólk til að koma bara snemma og vera snemma komin á staðinn, þannig að við getum bara byrjað þetta á réttum tíma og láta þetta ganga. Þetta verður gríðarlega skemmtilegt. Já, það er frítt inn og mér langar kannski að taka það fram að dagskráin kom nú út í dag og borin í hús, að það stendur að húsið opnar klukkan 20:30 í dagskráinni. Það er ekki rétt, það opnar klukkan 8. Já, klukkan 8. Já, ég var nefnilega ekki alveg með alla þessa dítilur hreinu, sko, en svona hitt nokkuð í. Þetta er eitthvað sem hefur bara breyst í ferlinu og kannski skemmtilega að koma því að. En það er flott, það er bara að opna 8 og mæta bara snemma og taka þátt í fjörinu. Þetta, við höfum verið með þessu margar stóru viðburði bæði í hótelinu og í Hvítahúsinu og þetta hefur verið frá 250 upp í næri 400 manns. Já. Stóru kvöldum. Þannig að ég hvet bara menn til að koma snemma og svo þetta hvet ég alla þessi sem er í frambúði, það eru einhver 13 frambúð, það koma náttúrulega að láta ljósið skína en þeir fá ekki að fara að sviða í þessu. Þeir eru bara að koma og hitta kjósendur, þeir eru í góðu gýr. Fá að njóta tónlistar. Já, kvöldi fyrir kostingar. Já. Þetta verður gíðarlega spennandi og skemmtilegt og þetta er svona lokanikkur hjá okkur í Íþrótta- og menningarnefnd árið 2016 í menningarmánuði. Já, þetta verður mjög skemmtilegt. Það verður gaman að taka þátt í þessu, alveg klárlega. Ekki spurning og þannig verður það með þetta tvo glæsilega kynna, það voru kannski ekki gleyma því, þetta er náttúrulega, það er allavega Valdimar Braga, svona annar og svo var ég nú búin að sjá hver hinn er, en þá er það náttúrulega dottið út úr hausnum á mér. Ég vissi að Valdimar er allavega annar, en þú kannski færið nú að klípa það upp úr þínum samstagsmanni. Jú, ég hef búin að heyra Valdimar en nú kemur mér alveg óvart með því að segja sér einhver annar. Já, þeir eru tveirhaldir, en ég var nómulega hver hinn var í bili. Já. Það er bara svo mikið í kollinum á mig þetta, þannig að ég næ bara ekki að vista þetta alltaf mann. Nei, nákvæmlega. Harðið diskurinn er að vera fullur. Það þarf víst að fara að tæma ykkur öðru. Já, ég er bara skipuleggi undirbúa kvöldi í kvöld á Stokkseyri og svo læt ég hverjum degi næja sín þjáning og morgun verður það dagur. Tekur við nýr dagur? Já. Jú, nákvæmlega. Það er ómögulegt að færast með allir hausnum leið. Segðu. En þetta verður skemmtilegt og verður gaman að taka þátt í þessu. Ekki spurning. Það eru kæra þakkir fyrir þetta og já, við sjáumst allavega í Hvítahúsinu á morgun. Algjörlega. Allt í fína. Já, bless.